Jæja, góðan daginn, gott fólk, Heiðar, Parkett, Slípun Íslands, enn eitt verkefnið. Herðu, hérna erum við svolítið skemmtilegt verkefni sem ég ætla að sýna ykkur. Þannig að ég með svo kallar Mosaic parkett. Þetta er rosalega fallegt parkett. Ég sjáu það eftir hvernig það lítur út. En það er í svona merbólit, þannig að það er svolítið dökkt og það er svolítið vesen, þá get ég ekki nota lýsingarlakki mitt. Þannig ég þarf að fara aðra leiðir, en ég ætla samt að lýsa þetta upp og gera þetta rosalega fallegt. Ég ætla að sýna ykkur hérna gólfið. Svona lítur þetta út. Þið sjáu hvað þetta er svo kallað Mosaic parkett. Þetta er rosalega flott, sko. Svona litlir kubbar. Alveg geggjað. Þið sjáu hvað þetta er rautt. Og rosalega rautt. Sjáu þið. Og það sem ég ætla að gera, ég slípa þetta upp og lýsi þetta upp. Ég ætla að ná þessum rauða liti úr og gera þetta bara ótrúlega fallegt. Þetta er svolítið sjúskað þetta, örugglega 30 ára gamalt plús. En ég ætla að gera þetta rosalega flott, þetta sýni ykkur eftir. Gott fólk, þá er ég búinn. Þá er ég búinn að slípa upp þetta gólf og ég er búinn að lýsa það líka. Ég er búinn að taka þennan rauða lit úr. Sjáu þið nú gólfið, hvað þetta er orðið flott. Sjáu þið. Sjáu hvað þetta er rosalega flott. Þetta Mosaic parkett, þetta er alveg ótrúlega fallegt núna. Ég er búinn að lýsa það. Sjáu hvað er allt annað. Sjáu nú rauði tónninn farinn í burtu eins og ég sagði ykkur frá. Þannig að þetta 30 ára gamla parkett er orðið eins og nýtt. Og eins og ég segi, ég lýsti þetta upp. Þannig að þetta er allt annað. Sjáu hvað hægt er að gera. Það er ótrúlega hvað hægt er að gera með parkettslípunum. Í staðinn fyrir að vera að henda þessu 30 ára gamla parketti. Innanhúsarkitektarnir elska þetta, get ég sagt ykkur. Þau elska þetta gólf. Þannig það er ýmislegt hægt með parkettslípun. Þið sjáu það. Allt annað að sjá þetta gólf, miklu fallegra. Allt annað að sjá þetta.